Góðan daginn og velkomin í þetta ásluta uppgjör á þriðja ársfjórðungi hjá Play. Ég heiti Birgir Jónsson og ég forstjóri félagsins. Við erum stödd í Kaupmannahöfn, Kóngsins Kaupmannahöfn, þar sem við erum í hópi 100 fagmanna úr íslensku fjármálaheimi og erum að kynna félagið og okkar svona áherslur á næstunni. Og þetta ásluta uppgjör er partur af þessum degi, þannig að við munum fara yfir uppgjörið okkar, helstu svona verkefni sem við erum að vinna í og síðan eftir það gefst kostur að spyrja spurninga og þær koma þá væntanlega og vonandi úr þessum sal hér og eins er hægt að setja spurningar inn á póstfangið er@flyplay.com og við munum fá síðan þær spurningar hingað og svara þeim ef við erum í mjög miklu stuði. En ég ætla að fara yfir svona nokkuð mál og síðan ætla Þóra Eggertsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs að koma og fara yfir rekstrarhlutann og ég fer svo yfir kannski áherslur á næstu vikum og mánuðum. En ef við bara teljum í, þá hefur starfsemi Play hafist í sumar og einmitt þessi ársfjórðungur er raun og veru fyrsti ársfjórðungur sem við erum í rekstri. Það hafa 70.000 farþegar flogið með félaginu þar sem af er þessu sumri og þessu ári sem eru þetta bara gríðarlega góður árangur. Það er mikil ánægja með þjónustuna borð og þjónustu félagsins og við merkjum það bara á hverjum einasta degi í vinnunni. Við höfum náð mikilli stundvísi og þetta er raun og veru mæleining sem tekur til mjög margra þátta í rekstrinum. Þetta er tæknin, þetta er innritunin, þetta er bara allt ferlið, þannig að þetta er svona ansi góð mæleining á bara hvernig flugfélag er rekið þegar frá sjónarhóli farþegana og hérna erum við 96% on-time performance sem er gríðarlega gott. Við erum að ná mjög öflugri blöndu af, eins og við köllum þetta to and from farþegum. Það er í raun og veru, hérna eru 48% af flugferðum sem hefjast annars staðar en á Íslandi. Við getum ekki alveg sagt nákvæmlega þjóðernið, en þetta gæti verið Íslendingar eins og til dæmis hérna í Kaupmannahöfn að koma heim, en það er ansi góður árangur að ná strax svona góðri stöðu á útmörkuðum eins og maður kallar þetta oft. En á sama tíma liggur auðvitað tækifæri fyrir okkur það líka að styrkja okkur. Við erum með 3 flugvélar og liggur fyrir að við erum að fjölga þeim allnokkuð núna á svona þegar líður að vori. En við pössum okkur gríðarlega mikið að passa upp á kostnaðinn þegar þetta er lággjalda flugfélag, þannig að það þýðir það að við þurfum að vera með laserfókus á kostnaðinum og eina svona lykilmæleiningunum sem við erum að horfa svolítið á þegar kemur að því er starfsmenn per flugvél og hérna erum við að segja að við erum 46 starfsmenn per flugvél og þetta er svona breyta sem við viljum auðvitað hafa sem lægsta og viljum aldrei sjá fara yfir 50, þannig að við horfum mjög mikið á þetta í okkar rekstri. Ef við hlaupum bara aðeins yfir það sem við gerst nú þegar á fjórðungnum og í rekstrinum, þá eins og ég segi, við erum að horfa á hækkandi nýtingu. Við hefjum rekstur hérna í júní og júlí á mjög furðulegum tíma, byrjum með svona tiltölulega tempra nýtingu, en hún er að aukast all verulega núna þegar líður inn á haustið. Við höfum líka verið að festa okkur algjörlega frábæran flugvélakost til lengri tíma, er með raun og veru flugvélategund sem hentar okkar rekstri fullkomlega, erum að fá glænýjar flugvélar beint bara úr framleiðslulínunni hjá Airbus inn í reksturinn okkar á núna, við erum raun og veru búin að festa það til 2023 sem er langt undir okkar kostnaðarplani og svona viðskipta rekstrarmódeli og það er raun og veru þar með í raun og veru er við inni loka eða læsa inni bara mjög umtalsverðan sparnað til 10-12 ára og þetta er eitthvað sem er alveg gríðarlega mikilvægt í framtíðinni. Við sjáum eins og ég segi að nýtingin okkar og load-faktorinn er að vaxa mjög hratt. Við erum með 68% nýtingu í október sem er ansi hraustlegt frá 52% í september. Auðvitað svona í venjulega orðferði væri þetta ekki sérstaklega gott load hjá lággjalda flugfélögum, en það ber að horfa til þess að á sama tíma eru núna þessi stóru
Ryanair, Wizz og fleiri slík eru öll að reportera nýtingu sem umtalsvert undir því sem að þau eiga að venjast. Þannig að við erum sjálfur sér bara mjög sátt við þetta og sérstaklega því við sjáum að útlitið gríðarlega gott. Og það ekkert hægt að ná svona nýtingu á svona stuttum tíma á þessum markaði nema það sé að spyrjast út að fólk sé ánægt með þjónustuna. Þannig að þetta raun og veru ekki tekið upp á götunni og maður getur ekki gengið að þessu sem vísu. Það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli fyrir okkur að koma okkur fyrir á þessum helstu stafrænu dreifileiðum, á helstu bara bókunarsíðum eins og við þekkjum öll sem erum að bóka okkur flugmiða. Og þetta tekur allt tíma og þetta fjárfesting í bæði tíma og peningum og við erum í raun og veru að sjá styrkingu í nýtingu byggt á því eftir því sem við dettum líka inn í fleiri dreifileiðir. Og við erum í raun og veru eins og ég hef einhvern tímann minnst áður að nota líka þetta moment sem við erum í núna bara eftir skráningun á markað, hvað félagið vel fjármagnað til þess að í raun og veru semja gríðarlega góð kjör við þessa söluaðila, þannig við erum að borga umtalsvert miklu lægri prósentu en hefur þekkst áður allavega í íslenskum veruleika til svona stærri bókunarsíða. Þannig að raun og veru allt sem við erum að gera, við erum að leggja grunninn að framtíðinni og þetta gríðarlega harður bransi í kostnaði og verðstríði og hvert einasta prósent sem við getum klóra til okkar það svo sannarlega að skila sér og við erum í raun og veru bara leyfa okkur aðeins að gefa okkur smá tíma og negla það svolítið fast inn. Í raun og veru eins og ég segi þessi grunnur af fyrirtækinu sem við áttum okkur því að við erum að byggja félag til langs tíma og við erum í raun og veru að kannski slá ákveðna tóna sem við ætlum að byggja á til framtíðar og það ekki síst mikilvægt þegar kemur að bara fólkinu okkar eða starfsmannahópnum. Við erum núna með 135 starfsmenn. Félagið mun fara upp í allavega 300 manns núna í sumar sem auðvitað gríðarlega mikill vöxtur og við erum með eins og staðan núna starfsmenn frá 9 þjóðlöndum. Við erum mjög stolt af því að hafa fengið daginn viðurkenningu fyrir kynjahlutföll í stjórnendastöðum og þetta í sjálfu sér allt svona, þetta ákveðin gildi sem að kannski þegar við ert einu sinni komin á þennan stað þá í raun og veru svo auðvelt að byggja þetta bara upp til framtíðar. Það þarf ekki að snúa neitt niður að einhverju eða breyta einhverjum strúktúr, við getum bara keyrt þetta áfram byggt á þessum gildum. Þannig að við ætlum í raun og veru að vera bara fyrirmynda fyrirtæki þegar kemur á öllum þessum hlutum og þá alveg gott að tala bara strax það og leggja það bara strax fram að þetta bara eitthvað sem við tökum gríðarlega alvarlega. Við höfum verið að gera ákveðna kannanir hjá starfsmönnunum okkar og erum í raun og veru að fjárfesta í þjálfun, stjórnendaþjálfun og bara alls konar hlutum til að styrkja fyrirtækjamenninguna og viljum bara heilbrigða árangusmiða fyrirtækjamenningu og þetta eru sjálfur sér niðurstöður úr starfsmannakönnun sem við gerum í samstarfi við Gallup og gerum nokkuð reglulega þannig að við getum séð hvernig trendin að þróast og þar erum við að sjá og við erum að fá til dæmis 4,24 í helgun í starfinu, við erum bara metnaður og fólk að mæta í vinnu og vill bara standa sig vel og þetta er af 5, það er gott að halda því til haga, þannig að þetta er bara gríðarlega há einkunn, sérstaklega í nýju fyrirtæki. Við erum að fá 4,37 í starfsánægju og við erum að fá 4,50 í stolti og þetta get ég alveg sagt, ég upplifði það á hverjum degi bæði á sjálfum mér og líka bara á fólkinu sem vinnur með mér að fólk gríðarlega stolt að því að vinna á Play og ég ætla ekki að reyna að draga einhverja fjögur yfir það og reyna að fara í einhverja feilleiki með það að við tökum líka út fyrir sviga bara hvernig þessi gildi að koma út þegar fara að tala áhafnirnar okkar af því það alveg ljóst að við höfum verið undir ákveðin gagnrýni í því máli og það raun og veru gríðarlega bara háar einkunnir og raun og veru hærri einkunnir en mælast á skrifstofunni, það greinlega hvað hans að vinna í því en það í sjálfu sér bara gríðarlega gott að sjá þetta. En það sjáum við það að við erum að auglýsa núna eftir 159 störfum og það um 5.000 umsóknir sem hafa borist. Þannig að Ísland mjög lítið land, það þekki allir einhvern
og maður þekki mann og svo framvegis. Þannig að við værum ekki að fá svona mikla svörin á þessi störf og við værum ekki að koma svona vel út úr þessum starfsmannakönnunum ef við raun og veru þetta væri ekki eitthvað sem við værum að leggja raunverulega metnað í. Ég ætla sem sagt að koma aftur á eftir en ég ætla að fá Þóru núna til þess að tala kannski það sem hún þekki best sem rekstrartölurnar og svo höldum við áfram á eftir. Klikkar. Takk fyrir það Birgir og sælveriði. Ég ætla að fara yfir uppgjör 3. ársfjórðungs og fjárhagsstaða félagsins bara mjög sterk með eiginfjár hlutfall upp á 29,2% og sjóðstöðu upp á 62,7 milljónir. Rekstrarniðurstaða fjórðungsins var undir væntingum. Fjórða bylgja COVID hafði töluverð áhrif á tekjustreymi félagsins sem voru verulega undir áætlunum en tekjurnar numu 6,7 milljónum og samanstanda af farþegaflugstekjum og hliðartekjum þeim tengdum. Það jákvæða að kostnaðurinn var lægri en áætlað var. Laun og launatengd gjöld námu 3 milljónum og flugtengdu kostnaður 7,2. Annar rekstrarkostnaður var rúmar 2 milljónir og stærstu kostnaðarliðir þar eru markaðskostnaður, upplýsingatækni, þjálfunarkostnaður og annar starfsmannakostnaður. EBIT var neikvæð eins og áætlað var enda erum við náttúrulega í uppbyggingafasa og stærðar hagkvæmnin í rekstrinum ekki farin að skila sér. Í fjármagnsliðum erum við með gengistap upp á rúmar 2 milljónir og má rekja til þess að meiri hluti handbærsfjár í íslenskum krónum hjá okkur. Þetta leiðir til taps á tímabilinu upp á 10,8 milljónir sem meira tap en við höfum gert ráð fyrir í okkar áætlunum en skýrist af lægri tekjum og gengistapi. 51% af tekjum félagsins í íslenskum krónum og hinn helmingurinn að mestu leyti í evrum sem kemur til með að breytast þegar við förum í vía starfsemi félagsins og við förum að fljúga til Bandaríkjanna. Hliðartekjur samsvara 28% af heildartekjum félagsins og meiri hluti þeirra tekna af sölu af töskum eða yfir 67%. Hliðartekjur hafa verið undir væntingum en vegna COVID þá höfum við verið að veita aukinn sveigjanleika og þá sérstaklega höfum við ekki verið að rukka til dæmis fyrir breytingagjöld. En með nýrri bókunarvél þá höfum við væntingar til þess að þjónusta og vöruframboð aukist og þar með hliðartekjur. RASK eða Revenue per Available Seat Kilometer hefur aukist 14% á ársfjórðungnum eða úr 2,5 centum í 2,9 cent og áætlum við að RASK fyrir október verði 4,2 cent sem mjög ánægjuleg aukning. Kostnaður ásamt afskriftum voru 15,8 milljónir á ársfjórðungnum sem töluvert lægra en áætlanir gerðu ráð fyrir. CASK eða Cost per Available Seat Kilometer 5,5 cent án eldsneytis og einnig náttúrulega þá lægra en áætlað var. En CASK mun lækka frekar eftir því sem að stærðarhagkvæmnin og skilvirknin fer að skila sér í rekstrinum og það gerist með þegar við tökum á móti fleiri flugvélum og aukum umsvif leiðakerfisins og nýtingu þess. Eins og hlutfallstölur sýna að þá stórir kostnaðarliðir, launakostnaður og eldsneytiskostnaður en báðir þessir þættir voru undir áætlun. Launakostnaður var lægri út af því að við höfum farið hægar af stað í ráðningar en gert var ráð fyrir en nú erum við farin af stað í ráðningar til þess að styðja við uppbyggingu á innviðum og að undirbúa US starfsemi. Eldsneyti var undir áætlun vegna lægri sætanýtingar og með lægri sætanýtingu að þá minni brennsla og
og líka var 5,5% minni framleiðsla en áætlað var. 40% af kostnaði í dollar og 51% í íslenskum krónum. En verandi lággjaldaflugfélag, eins og Birgir kom inn á, að þá mikil áhersla lögð á kostnaðaraðhald og það gert hjá okkur með formlegum hætti með kostnaðaraðhaldsprógrammi sem komið í gang. Aftur, fjárhagsleg staða félagsins sterk og eiginfjárhlutfallið 29,2%. Stærsta eignin undir fastafjármunum eða non-current assets eru leigu- og viðhaldsskuldbindingar sem námu 171 milljón. Óefnislegar eignir eða intangible assets eru 9,7 milljónir og þetta eru eignir sem tengja stofnun félagsins, hugbúnað, þróun, vörumerki ásamt launakostnaði. Tryggingagreiðslur eða deposits voru 7,1 milljón og eru þetta tryggingagreiðslur vegna móttöku flugvéla. Undir veltufjármunum eða current assets eru viðskiptakröfur sem námu 7,4 milljónum og krafa okkar á færsluhirði. Sjóðstæða félagsins aftur eru 62,7 milljónir og í takt við áætlanir og nánast allt í bara óbundnum bankainnistæðum. Stærsta skuldbinding félagsins undir langtímaskuldum eru leigu- og viðhaldsskuldbinding 3 flugvéla og námu 158,5 milljónum. Félagið ekki með neinar vaxtaberandi skuldir, einungis leiguskuldbindingar, en undir skammtímaskuldum, current liabilities, eru fyrirfram innheimtar tekjur eða skuld við farþega upp á 6,8 milljónir. Aftur, sjóðstaða félagsins sterk og í takt við áætlanir, en handbært fé á sjóðstæðin að megninu til í íslenskum krónum. Greiddar hafa verið tryggingagreiðslur upp á rúmar 7 milljónir og við höfðum ekki gert ráð fyrir því að þessar greiðslur yrðu greiddar svona snemma í ferlinu og flugvélasamningarnir næðu svona snemma í ferlinu. En með þessu við náttúrulega búin að tryggja meirihluta flotans til langstíma og þrátt fyrir þetta sjóðstaða félagsins í takt við áætlanir. Mánaðarlegt útflæði síðustu mánuði hefur verið frá 4,2 milljónum upp í 5,6 án tryggingagreiðslna og þetta hefur farið hækkandi sem eðlilegt vegna innviða uppbyggingar félagsins og aukinna umsvifa. Eldsneyti stór kostnaðarliður í rekstri flugfélaga og á þriðja ársfjórðungi var eldsneyti og yfir 16% af heildarkostnaði félagsins. Eldsneytisverð hefur farið hækkandi og hefur hún ekki verið hærra síðan 2018 og í dag í kringum $750 á tonnið. Eldsneytiskostnaður félagsins á þriðja ársfjórðungi var 2,6 milljónir sem cirka 6% undir áætlunum þrátt fyrir hærra eldsneytisverð og það vegna lægri sætanýtingar og þar af leiðandi minni brennslu og 5,5% minni framleiðslu eins og ég nefndi áðan. Raun olíuverð eða effective price félagsins á tímabilinu var $653 á tonnið og hafði ekki afgerandi áhrif á rekstrarniðurstöðu félagsins miðað við áætlanir og eins og brúin hérna á glærunni sýnir að þá voru áhrifin $170.000. Félagið hefur ekki gert neina eldsneytisvarnasamninga til þessa og nokkrar ástæður fyrir því. Flugfélög almennt að draga úr vörnum í dag miðað við fyrir COVID og þess vegna ættu verðbreytingar í eldsneyti að koma hraðar inn í verðlag flugmiða en áður. En fyrir COVID komu breytingar á eldsneytisverði almennt inn í fargjöld með cirka 4 til 6 mánaða laggi. Og farþegar hafa í COVID verið að bóka með styttri fyrirvara og þetta gefur okkur kleift að endurspegla verðbreytingar hraðar í verðlagi
en þetta skapar einnig aukna óvissu við að verja eldsneyti til langs tíma eða til lengri tíma. Einnig áætluð eldsneytisnotkun félagsins ekki slík næstu mánuði að það þyki aðkallandi að verja stöðuna. Eins og sést á næmnigreiningunni hérna á glærunni að þótt eldsneytisverð myndi hækka í $1.000 á tonnið á fyrsta ársfjórðungi 2022 yrðu áhrifin ekki afgerandi. En einnig bara kostur fyrir okkur í þessu ástandi að hafa fullan sveigjanleika á þessu uppbyggingatímabili og svona óvissu tímum. Það gríðarlega mikilvægur hluti af strategíu félagsins að vera leiðandi í BI og viðskiptagreind. Félagið leggur mikið upp úr því að byggja upp öflugt BI og gagnagrunnsinnviði, enda hafa öll kerfi félagsins verið valin og innleidd með þetta að leiðarljósi, það að segja að þau falli inn í þannan strúktúr. Þetta þýðir að öll gögn og kerfi eru í skýjalausnum og þetta gefur okkur kleift að vera með bara lifandi gögn og lifandi skýrslur. Þetta náttúrulega auðveldar og flýtir og skerpir á ákvörðunartökuferlinu þannig að það sé hægt að bregðast hratt og rétt við aðstæðum og þróun. Og þetta skilar sér einnig í aukin hagkvæmni, til dæmis bara í tímasparnaði og mannauði. Sem dæmi þetta til dæmis leiðarútreikningar, þar sem að leiðarútreikningar sem sagt arðsemis greining á leiðakerfi félagsins og með svona gögnum að þá getum við greint bara arðsemi hverrar rútu, hverrar leiðar og raun og veru hvers flugs fyrir sig í bara rauntíma. En við trúum að svona góð rauntímagögn og upplýsingagjöf sé lykillinn að aukin hagkvæmni og markvissari ákvörðunartöku. En þá ætla ég að hleypa Birgi aftur að. Takk. Takk kærlega fyrir þetta, Þóra. Það sem áhugavert að skoða og kannski orðið sérstaklega áhugavert núna á síðustu dögum með hvernig ástandið í heiminum að þróast þetta samspil COVID-keisa og greindra tilfella og miðasölu. Og við ræddum daginn á síðasta fundi að mitt sumar þá í raun og veru erum við þarna í bara gríðarlega góðum málum og í raun og veru ég held að hefði COVID ekki komið upp aftur núna í sumar þá erum við að skila í raun og veru alveg gríðarlega góðu uppgjöri af því að þetta byrjaði þannig en við tökum að ákveðið högg á okkur í miðasölu eftir því sem að tilfellin rjúka þarna upp. Svona þegar að þeim fer að fækka og markaðurinn einhvern veginn sérstaklega á Íslandi fer svona aðeins að róast og átta sig á því að þetta sé nú kannski bara einhvers konar ástand sem komið til að vera, þá sjáum við að salan tekur bara hansi góðan kipp í raun og veru í meðan ágúst og lok ágúst og inn í september. Svo koma í október svona ákveðin niðursveifla sem nú svona árstíðabundin oft í kringum svona skólafrí og svona fólk svona aðeins heldur af sér höndunum í meðasölu en svo rýkur hún upp aftur. Og það sem áhugavert að sjá það að við erum ekki farin að merkja það neitt í okkar sölu að þessi aukning í tilfellum sé í raun og veru að hafa neikvæð áhrif á sölun okkar. Þetta gögn síðan 31. október og við erum auðvitað að skoða þetta eins og Þóra kom inn á áðan með mjög dýnamískum hætti og erum að bregðast við bara oft á dag auðvitað. En þetta í raun og veru lítur bara gríðarlega vel út allavega eins og staðan núna og í fyrirsjáanlegri framtíð. Það líka áhugavert að skoða eins og við komum inn á áðan þetta samspil á milli to og from markaðisins eða í raun og veru við skulum segja Íslendingar að fara erlendis og svo fólk að koma til Íslands. Þarna erum við að sjá rauða línan sýnir okkur það í raun og veru að það hefur verið svona auðvitað sveiflur og mjög hraustlegur vöxtur í bókunum hjá Íslendingum að fara út. En við náðum strax í raun og veru mjög góðri stöðu á eins og framkomi áðan helming af miðunum sem að hefjast erlendis. Þetta hefur raun og veru haldið sér
nokkuð vel og vaxið bara nokkuð örugglega í gegnum allt þetta sem alveg áhugavert að hafa það í huga hvað raun og veru kannski þessi svona umræða á Íslandi oft svona svolítið ýkt í báðar áttir en það mjög áhugavert og ánægilegt að sjá hvað við erum að ná sem sagt stöður í stöðu, maður getur orðað þannig á þessum túmarkaði en þarna raun og veru liggur líka eitt okkar stærsta tækifæri eins og við komum inn á hana að auka þetta og þar kemur raun og veru svona þessi stafræna nálgun okkar og þessi svona strategía og þessi fjárfesting sem við erum að leggja í og höfum verið að leggja í síðustu mánuði í svona stafrænu dreifileiðum. Við erum almennt séð búin að kynna okkur bara mjög hraustlega til leiks á Íslandi og það ekki margir held í Íslendingar sem að vita ekki á okkur og nú svona komið að því að við förum svona að breyta fókusnum okkar og höfum alltaf verið með meiri hlutan af markaðsstarfinu okkar hefur verið erlendis frá byrjun en við förum núna að draga okkur svona aðeins kannski ég segi nú ekki úr markaðanum á Íslandi en svona fókusera það svolítið og setja miklu meiri fókus á erlendu markaðana en erum við líka að fjölga stöðunum hraustlega núna á næstunni. Það sem skiptir máli í þessu öllu saman að Play þarf að vera arðbært á mjög lágum verðpunktum og það ekki einu sinni hægt að tala lág fargjaldafélag og tala lág gjaldafélag, low fare og low cost ekki það sama, þannig að það kannski ekkert mála að bjóða lægstu verðin eða lág verð og taka þátt í svoleiðis stríði en það fer aftur á móti að súrna svolítið ástandi ef að kostnaðargrunnurinn ekki líka samkeppnishæfur. Og við höfum verið að skoða þetta svona upp á síðkastið, hvað við getum í raun og veru gert í okkar rekstri til þess að tryggja það að við séum svona samkeppnishæf bara við þessi flugfélög sem við erum að keppa við því að markaðurinn hann alveg búinn að kjósa, hann kýs bara lægstu flugverðin, það bara það engin annar að pæli, hann ekki pæli neinum öðrum breytum eða allavega mjög fáum og þannig að við höfum sem sagt ákveðið að opna svona útibú eða nýja skrifstofu í Vilnius í Litáen þar sem að við munum í raun og veru staðsetja nokkurt fjölda af störfum í svona sérfræði störfum á skrifstofu. Þetta getur verið einhvers konar forritarar eða stafræn markaðssetning eða þetta getur verið svona þjónustuver, sérstaklega þegar kemur að þjónusta bandaríska markaðinn og svona evrópska markaðinn sem að það ekki breyta að það þarf að vera íslenskumælandi fólk sem að vinnur í því. Við erum auðvitað að leggja þetta í þessa vegferð út af því að félagið að stækka mjög hratt og við erum samt alltaf að tala við sem að fara svona rólega í þetta en við getum samt ekkert hort fram hjá því að við erum með 3 vélar núna, við verðum með 6 í vor, við ætlum að vera með 10 vorið þar á eftir, þannig á einhverjum 18 mánuðum núna þá félagið að stækka gríðarlega mikið. Þannig að við tökum þessi ákvörðun núna að búa til þennan grunn þarna úti þannig að við getum í raun og veru bara vaxið þar. Við þurfum ekki að færa neinn störf út, við þurfum ekki að segja neinum upp. Það bara við erum komið með ákveðin svona grunn í rekstrinum hérna, auðvitað verða höfuðstöðvarnar áfram í Íslandi, allt sem við kemur flugrekstrinum, allar áhafnir, flugliðar, flugmenn og allt slíkt, bara samkvæmt kjarasamningum verða á Íslandi. En þetta bara ein af þessum leiðum sem við getum notað til þess að tryggja það að félagið sé með bara alþjóðlegan fókus í rekstrinum. Við erum á Íslandi, við erum samt með markaðinn okkar í Bandaríkjunum og Evrópu. Við verðum einhvern veginn að byrja að hugsa og hafa okkur eins og alþjóðlegt fyrirtæki. Það líka alveg ljóst að það erfitt að ráða fólk á Íslandi. Það ekki mikið til af ákveðnum störfum, það bara ákveðin svona skortur á ákveðnum menntun og ákveðin svona hæfni sem mikil samkeppnum og verðið hefur auðvitað pumpast mjög mikið upp í ákveðnum flokkum og það alveg ljóst að þetta alveg umtalsverð þetta umtalsverð hagræðing fyrir okkur að byggja þessa starfsemi upp og líka við erum að horfa til þess að við raun og veru að byggja sambönd við ýmsa birgja undirverktaka og bara vendora sem við erum í og þurfum að vera í viðskiptum við á einhverjum svona stærri markaði, ekki bara á litla Íslandsmarkaðinum, heldur bara að horfa á okkur sem alþjóðlegt fyrirtæki. Þannig að þetta eitthvað sem við höfum í raun og veru sett af stað, erum að byrja að auglýsa núna bara eftir fólki á næstu dögunum og kannski vikunni, erum búin að tryggja okkur húsnæði, við erum búin að ráða svona lykilstjórnanda til þess að reka þetta fyrir okkur og þetta svona
Þetta svona eitthvað sem við erum að horfa mjög fast til þess að geta orðið til þess að við náum að sýna markaðinum það að við séum í raun og veru alvöru low-cost flugfélag. Við ætlum okkur að ekki bara segja á svona viðburðum eins og hér, heldur í raun og veru taka einhverjar ákvarðanir sem að leyfa okkur að bjóða verðin sem að markaðurinn er að fara fram á og í raun og veru vera arðbært fyrirtæki og meðan við gerum það. Við erum að fjölga áfangastöðum og það liggur fyrir að við munum hefja flug til Bandaríkjanna og Norður-Ameríku núna í vor. Þannig að við erum svona byrjuð að fjölga stöðunum Evrópumegin. Það ákveðin hugmyndafræði í leiðakerfinu hjá okkur. Við verðum með svona tiltölulega fáa staði, svona vestanmegin, svona Norður-Ameríku megin og mikla tíðni og tengjum svo inn á svona stærra mengi af áfangastöðum í Evrópu og það svona einhver blanda af í raun og veru tengistöðum eða svona eins og við köllum leisurstöðum eða staðir sem að fólk að fara í sumarleyfi eða Íslendingar að koma til Íslands, ferðamenn að koma til Íslands. Og þetta þessi blanda af magni, eins og maður segir í þessum bransa af lóti, af magni farþega og gildi í raun og veru framlegð. Það alveg ljóst að það ákveðnir áfangastæðir sem gefa meiri framlegð og svo ákveðin áfangastæðir sem með minni framlegð meira magn og listin í þessu leiðakerfspælingu er raun og veru að blanda þessum stöðum saman og það gríðarlega mikilvægt eins og Þóra kom inn á áðan að við erum að nota mjög flott kerfi, við erum með mjög flott gagnastreymi og erum að taka þessar ákvarðanir í raun og veru bara byggðar á gögnum. Og það hægt að fá þau gögn ansi víða núna í stafrænum heimi þannig að við getum séð í raun og veru hvað farþegur að fljúga á milli hvaða staða, meiri segja hvaða áfangastæði farþegar að leita eftir á netinu sem þá ekki flogið til þannig að í raun og veru með því að liggja aðeins yfir og krönsa gögnin þá hægt að búa til leiðakerfi sem að næða þessari blöndu sem skiptir svo miklu máli. Það alveg ljóst og að umhverfismál og bara sjálfbærni og bara ábyrg að vera bara ábyrgur þegn í þjóðfélaginu og samfélaginu eitthvað sem skiptir öll fyrirtæki máli af ýmsum ástæðum. Það alveg ljóst að fjárfestar í mjög auknum mæli að horfa til þess bara hvernig fyrirtæki að standa sig. Það bæði fólk að gera það að einhverjum hugsjónum en svo líka komin einhverjir rammar og einhverjar vinnureglur hjá stærri fjárfestum. Við erum að sjá það að farþegar að skoða þetta í auknum mæli bara þegar þau velja sér flugfélög. Það eitthvað til sem heitir flugskömm. Fólk þarf einhvern veginn að skoða þetta í þessu samhengi. Bara hvað bara fótsporið mitt, útblástur og bara áhrif á þessum rekstri á samfélagið og á jörðina. Við erum að sjá þetta í fólki sem við erum að taka atvinnuviðtöl við. Fólk í mjög auknum mæli farin að spyrja þetta í atvinnuviðtölum og það sem ég nú orðinn frekar gamall maður þá get ég sagt að það tiltölulega nýtt að maður sé að ræða þetta í atvinnuviðtölum. Þannig að þetta mjög hratt að verða mjög raunverulegt atriði í fyrirtækjarekstri. Að sjálfsögðu þetta mjög raunverulegt bara í samhengi bara heimsins og mannkynsins og augljóslega en það hefur einhvern veginn verið þannig að það hefur ekki kannski þessi hlutir hafa ekki farið á raunverulega hreyfingu fyrir að það komin einhver svona fjárhagslegu hvati á bak við það og hann komin eins og að segja á ýmsum sviðum og þetta enn eitt máli þar sem við getum í raun og veru sagt að ok, hérna erum við að byrja fyrirtæki frá grunni, við raun og veru höfum autt blað, hvernig ætlum við að gera þetta og við höfum sem sagt ákveðið það að slá þetta bara inn í okkar gildi bara strax frá byrjun. Við getum bara séð til þess og höfum ráðið gríðarlega flottan stjórnanda til þess að leiða þessa vinnu hjá okkur sem að raun og veru heyrir bara beint undir mig, undir forstjóra sem raun og veru skilaboð út í samfélagið og ekki síst inn í fyrirtækið að þetta sé ekki eitthvað svona ekki eitthvað svona grín. Þetta bara allt sem gert í þessu fyrirtæki, allar ákvarðanir sem teknar, allar stefnur sem við setjum okkur, þær fara alltaf í gegnum þennan filter og þetta eitthvað sem við tökum alltaf inn í myndina. Og það bara mjög auðvelt að gera þetta núna þegar við erum bara ung og við erum að taka fyrstu skrefin, þá þarf ekki að gera þetta einhvern tíma seinna og fara að kynna þetta fyrir fólki og finna einhverja nýja ferla, við getum bara gert þetta frá byrjun. Og ég legg bara áherslu á það að þetta eitthvað sem
við tökum öll gríðarlega alvarlega þegar við kynntum inn í félagi. Ég fann ofboðslegan ánægju bara hjá starfsfólkinu. Ég finn þetta hjá hluthöfunum, ég sannarlega finn þetta frá stjórn félagsins. Þetta eitthvað bara sem að gríðarlega bara mikil ánægja með og ég held að við ætlum okkur bara að vera mjög stolt af og vera áberandi í þessari umræðu, sérstaklega á Íslandi. Hvernig hægt að gera þetta með svona sjálfbærum og flottum hætti. Þannig við kannski summarum dagins upp í svona helstu verkefni sem við höfum núna á næstunni. Það þetta, númer 1, kannski að byggja upp þennan nýjan grunn í Litáen. Það á ýmsum ástæðum eins og ég fór yfir á, en við erum vissulega að lækka kostnaðinn okkar, við erum að tryggja okkur aðgengi að bara stærra mengi af hæfu fólki og ekki síst það að vera með þennan alþjóðlega vinkil í starfinu okkar. Það erfitt að vera með kannski milli 20 og 30 áfangastæði í Bandaríkjunum og Evrópu og stór hluti af starfsmönnum og stjórnendunum einhvern veginn alltaf að hugsa hvað sagt í fermingarveislunni þá helgina á Íslandi. Það hættulegt. Við þurfum að byrja bara að fókusera á það að við erum að selja okkar vörur og okkar þjónustur á mörgum mörkuðum og það mjög gott að vera með alþjóðlega vinkil í því. Ég var að fara yfir sjálfbærnin okkar. Það eitthvað sem að ég set á þessa glæru mitt bara út af því til þess að það sé alveg hrein skilaboð. Við ætlum okkur þetta bara alveg lykilverkefni hjá okkur og bara mjög hátt á forgangslista. Við erum að koma nýja bókunarvél núna alveg á næstunni og það ákveðin svona grunnur af bara stafrænni þjónustu okkar og gefur okkur kannski fyrstu stöðu að geta byggt okkur upp alls konar í raun og veru tekjumyndandi möguleika í kringum það ferli og ekki síst í raun og veru að byggja upp bara jákvæða og mjög þægilega upplifun fyrir farþega og þá sem að fara og nota þá bókunarvél og bóka sér flug með það og þannig að þetta svona eitthvað sem að við teljum að sé bara eitt af stærsta verkefni okkar núna áður en við byrjum að selja miða til Bandaríkjanna. Og svo það einmitt það bara þessi gríðarlega eðlisbreyting sem verður á félaginu þegar við förum að fara í þetta VIA-módel og þetta svokallaða hub and spoke módel. Það alveg ótrúlegu munur á hvort þú ert að fljúga bara svona fram og tilbaka á einhver áfangastæði eða hvort þú ert komin í þetta tengimódel. Það ekki bara það að farþeginn þarf að stoppa einhvers staðar og taskan þarf að fara að rata réttu flugvél sem hún gerir nú vonandi oftast, heldur líka bara tekjustýring hvernig við erum að verðleggja og ná þessari blöndu sem ég sagði á hann. Þannig að þetta algjör eðlismunur og vissulega búið að því að við erum með gríðarlega mikið af starfsmönnum sem hafa gert þetta áður, það mikil þekking og við höfum í raun og veru getað lært af því sem að kannski fyrir reynslu og í raun og veru stilt bara okkar mönnum upp á taflborðinu þannig að við erum svona nokkuð öruggum að það fari vel. Og að því að þetta hefur nú verið löng messa, þá þessi 4 punktar sem að kannski þið þurfið að muna. Það raun og veru við erum að horfa á bara mjög hraustlega aukningu í eftirspurn og þar af leiðandi í nýtingu hjá okkur og erum bara mjög jákvæð með framhaldið. Félagið mjög fjárhagslega sterkt, skulda létt með í raun og veru enga vaxtabærandi skuldir. Við erum vissulega undir í tekjum og þar af leiðandi afkomu sem að tengist auðvitað bara þessu höggi sem að við eins og öll önnur kannski fyrirtæki og sérstaklega flugfélög urðu fyrir í sumar. En það sem skiptir mestu máli að við erum að ná að bregðast við erum með kostnaðinn undir áætlun og við erum í raun og veru að ná að sýna það að þessi sveigjanleiki sem við erum búin að tala svo mikið bara í rekstrinum okkar og í módelinu, hann raun og veru að koma og hjálpa okkur núna. Þannig að þetta í raun og veru svona pínu eins og vera með reglíf, tala að þessi reglíf og þannig enginn að hlusta það þegar ekki rigning. En nú aðeins fara að dropa og þá kemur það í ljós hvað gott að vera með reglíf. Þannig að ég var búin að hugsa þennan lengi, þannig að og síðan þetta að sýna bara starfsmönnum, hluthöfum, markaðnum að við ætlum okkur að vera alvöru low-cost fyrirtæki sem að getur bara lifað í harðri verðsamkeppni og starfsstöðin okkar í Litáen svona fyrsta skrefið í því að við bara setjum þann fána niður og sýnum það í verki. Þannig að þetta það sem ég hafði að segja. Við ætlum að opna fyrir spurningar, bæði úr fyrir þá sem heima sitja og ekki síst þá sem eru í salnum og ég ætla að bjóða á sviðið Þóru og Einar Örn Ólafsson sem stjórnarformaður félagsins. Og ég á víst að lesa hér eitthvað.
Eitthvað að berast. Já, það með gjaldmiðlana. Það tap af gjaldmiðlum, það ekki slæmt og af hverju félagið ekki betur varið? Ég skal taka þetta. Já, tap auðvitað tilkomið því eins og Þóra fór yfir að við auðvitað gerum upp í dollar. Hlutafjárútboðin voru hins vegar greidd inn í krónum, þannig að upphaflega erum við með kisturnar fullar af krónum og til þess að verja þetta þá hefðu þurft að snúa peningunum yfir í dollar. Það var að vísu gert að einhverju leyti en vísvitandi gerum við það ekki alveg vegna þess að við teljum að svona í svona stóra samhenginu þá hendi veik króna okkur betur heldur en mjög sterk. Þannig að það ef að krónan eitthvað aðeins að veikjast þá muni það henda okkur bæði allavega til millilangs og lengri tíma og jafnvel líka skemmri tíma vegna þess að auðvitað mikill kostnaður í krónu hjá okkur en eftirspurnin til Íslands mun taka mið af styrk krónunnar að töluvert miklu leyti. Þannig að við erum sjálfu sér alveg hress með veika krónu. Þannig að ef hún veikist meira og við töfum eitthvað pínu á gengishreyfingunum þar á efnahagsreikningunum þá er það ekki svona til lengri tíma ekki áhyggjuefni. Ok, spurningu sal. Herru, ég ætla nú reyndar að spyrja þarna með Litáen, þú svaraði svo sem nokkuð vel þarna á hann, þannig að eftir situr kannski bara af hverju Litáen en ekki aðrir hugsanlega staðir, Pólland, Króatía, svona önnur nöfn og kannski önnur spurning varðandi leigugreiðslur, eru þið að fara í þá full payment á leigugreiðslum áramót eða hvernig lítur það út, eru þið byrjaðir? Og þá þriðja spurningin með flug til Bandaríkjanna og destination ákvarðanir. Eitthvað, af því þið ekki búin að nefna staðana, hvað verið að skoða? Þetta bara þessi usual nöfn eða verið að skoða eitthvað annað og hvort að availability á slottum eða eitthvað sé ykkur flöskuháls? Kannski byrja á síðasta punktinum við með Bandaríkin. Við ætlum að kynna það núna á næstunni. Við erum í leyfisfasanum og það er svona ákveðin stigaskipting í þeim leyfum og við erum að fara í gegnum það og höfum ekki lent í neinum vandræðum með það. Það er verið að sækja slott á ákveðnum flugvöllum sem að liggur fyrir núna kannski bara á næstu vikunni eða svo. Þannig að við ætlum ekki að spila þeim spilum út fyrir en það liggur allt fyrir. Við erum að skoða ýmsa möguleika. Við verðum innan þessa svona radíus sem að við getum náð í þessari 24 tíma lúpu og vélarnar okkar ráða vel við, þannig að við getum nýtt þessa tengimöguleika sem best. Það eru áhugaverðir tímar bara í flugbransanum núna því að þetta er að gerast, það er COVID væntanlega, en það er ekki eins mikil pressa á flugfélögum að spila út áfangastöðunum sínum svona langt fram í tíman. Það er raun og veru, fólk er að bóka með miklu skemmri fyrirvara en það hefur verið áður. Þannig að og öll flugfélög eru svolítið að svona miklu dýnamískara en það hefur verið áður. Það hefur verið að koma inn í áfangastæði, taka það út og svona aðeins prófa hvernig liggur í umhverfinu. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum svona að reyna bara að fara svolítið vel yfir og erum ekki að láta svona taka okkur eitthvað á taugum með en munum svona kynna á næstunni. Hvort eru áfangastæði sem enginn hefur heyrt ég held að við séum ekki að fara að finna með einhverja borgi sem enginn hefur heyrt en þetta eru svona, auðvitað erum við að fara hérna á austurströndina á Norður-Ameríku þannig að ég held að þetta sé nú eitthvað sem að flestir þekkja. Ef ég kannski tek Litáen á hann einhver tekur hinn punktinn, þá skoðum við ýmsa staði við skulum segja í þessu landsvæði. Það eru kostir og gallar við ýmsa staðsetningar. Vilnius eða Litáen yfir höfuð hefur gríðarlega bara sterka sögu í aviation, í flugrekstri. Það er mikið af svoleiðis fólki, bara alls konar back-office fólki og það er mikið af ferðatengdum fyrirtækjum sem eru með back-office starfsemi í Litáen, þannig að aðgengja svoleiðis starfsfólki gott. Landið í Evrópusambandinu. Þetta í svona þessu lagalega reglulega verki sem við þekkjum og eru auðvelt að samræma við okkur. Þannig að við lítum á þetta sem svona
kannski svona fyrstu stöðina, hvað sem síðan framtíðin leiður okkur út, þá er þetta svona fyrsta skrefið í að kannski ná stjórn á þessari starfsemi og í svona tiltölulega, skulum segja svona öruggu viðskiptalegu umhverfi, sko. Hvað var niðurstaðningin? Já, með leigugreiðslurnar. Með leigugreiðslurnar, já. Þær sem sagt eru ennþá á breytilegu svona fyrirkomulagi þessu PPH Power by the Hour samningi til áramóta á öllum 3 vélunum og það er bara eins og staðan er núna ennþá og stendur til og það breytir semst í fasta greiðslur eftir áramót. Það er ein spurningina, kannski Þóra, sem þú reyndar fórst aðeins yfir í kynningunni en komin áðan fyrir áður en þú komst að því, en þú kannski tekur hann aftur og skýrir hann betur út. Það er spurning að tekjurnar hafi verið í raun og veru lægri en aviation kostnaðurinn á quarter 3 og hverju það sætir. Já, einmitt. Aviation expense, þetta er kostnaðarliður sem felur í sér þó nokkra marga þætti, meðal annars olíuverð, eða semst fuel, lendingagjöld, handling af vélum, og þetta er megninu til kostnaður sem fellur til hvort sem að það er 1 farþegi um borð eða 200. Þannig að meðan við erum í svona lágu lóti, 40-50% eins og vorum í sumar og þessum ársfjórðungi, að þá er þessi kostnaður náttúrulega bara að dreifast á tiltölulega fáa hausa. Þannig leið og lótið okkar eykst að þá munum við klálega fara yfir þannig aviation expense í tekjum. Það er alveg ljóst að meðan að lótið okkar er á þeim slóðum sem það var á 3. ársfjórðungi þá rekur engin flugfélag með hagnaði en við erum bara í þessum uppbyggingafasa þannig að ég hef ekki stórar áhyggjur af því þó að við séum ekki að skila hagnaði á þessum allra fyrstu mánuðum í starfsemi félagsins og meðan kostnaðurinn er að haldast þar sem við vorum að gera ráð fyrir eða jafnvel undir og ef við trúum því að við komumst á áfangastað með lótið okkar þá erum við í toppmálum. Heyrast, ok, góð mál. Fyrir voru á fjármálafélagið í kringum útboðið og aðdragandi útboðsins, þá birtuðu mjög ítarlega áætlanir gert til 2025. Gefum ráð fyrir að það verði ekki fyllt eftir uppfært kvartali en bara forðlanda að heyra svona síbreytir þetta umhverfi, svolítið tími liðin frá þessum tímabúti. Getið eitthvað fyllt þessu eftir? Ég meina, er þessi spá að reyna spjassin eða svassin eða er þetta bara nokkuð parið sem byggust þið? Vilt þú freka þetta? Já, það er alveg hárrétt. Við birtum auðvitað sem við köllum ákveðna sviðsmynd sem byggðist á ákveðnum forsendum. Síðan kom COVID aftur. Það sem við auðvitað lögðum gríðarlega miklu áherslu á var þetta sem ég var að segja á hann. Það er þessi sveigjanleiki í módelinu okkar. Þannig að ég held að þó að það hefur komið ákveðið högg núna í sumar og kannski snemmhaus þá held ég að við höfum ekkert eitthvað dregið sérstaklega úr langtíma spánni en það höfum við bara haldið áfram að tryggja okkur flugvélar og allt slíkt þannig að við erum alveg ennþá mjög búlis á framtíðinni og í raun og veru má alveg segja að svona ástand eins og kannski er að gera vart við sig núna opna líka ákveðin tækifæri. Þetta gefur okkur líka pressu á byrgja að skrúa ennþá meira niður í kjörum og svona. Þannig að ég held að við höfum ekki breytt svona stóru myndinni en við höfum líka lögðum það mjög skýrt fram þegar við birtum þessa sviðsmynd að þetta væri ekki eiginlega rekstrarspá eða afkomuspá, heldur var þetta svona byggt á einhverjum forsendum. En aðalbreytan í þessu er sveigjanleikinn og það að við erum að fara hægt af stað sem að hjálpar okkur núna þegar að sveiflurnar í markaðanum eru svona litla, þá erum við raun og veru ekki með bogan alveg spenntan í botn, sko. Við munum alveg örugglega ekki vera með einhverja 5 ára rolling áætlun, held að það sé alveg klárt, sko. En varðandi breytingar, ég meina við erum og höfum svo verið að kynna, við erum ennþá bara að horfa á sama flugvéla fjölda á sama árabili, þannig að það er engar breytingar varðandi vöxtinn á næstu misserum og árum og eins og ég segi, við erum að horfa á kostnaðurinn er bara eins og við vorum að áætla. Það er þetta smáatriði með tekjurnar á 3. ársfjórðungi en við höfum enga ástæðu til að ætla að það sé eitthvað svona til lengri tíma óraunhæft hjá okkur.
Þannig að við erum ekki í neinum megin atriðum horfin frá þeim pælingum sem við vorum í vor. Já, það sem ég að spá í afhending á nýju vélunum núna næsta vor. Nú heyrum við auðvitað bara fréttir nánast daglega af einhverjum truflunum í framleiðslupípum út allt. Þannig að bara hver hver staðan á þessum vélum og einhverjar líkur á að þetta tefjist eitthvað? Sko við erum með innbyggt í þessar áætlanir okkar ákveðin buffer í tíma, þannig að við erum í raun og ekki að taka við þeim daginn áður að byrja að fljúga, þannig að það er ákveðin svona ákveðin svona borð fyrir bári því. Þessar vélar eru í framleiðsluferli og það er stór mál að smíða flugvél, þannig að það er raun og ekki langt í að þær séu tilbúnar, þannig að það er allavega ekkert komið upp ennþá og það er ekkert sem gefur okkur ástæðu til þess að halda það verði staðan. Vélarnar sem síðan koma eftir það eru að koma í raun og okkar vörslu löngu fyrir við áætlum að fljúga þeim og eru í ákveðnu prógrami og eru líka kjörin á þeim eru þannig að við kannski berum ekki beint kostnað en við höfum ekki, það eru alveg aðrir hluti sem eru ofarlega á áhyggjuslistanum en þessi hluti sko. Það er ekki að berast það? Nei, það er allavega ekkert að koma inn. Erum við þá góð í bili? Erum við að bara þakka fyrir og sjáumst í næsta uppgjöri. Takk hérlega fyrir.